Hefur þú áhuga að starfa í góðum félagsskap? Slysavarnadeildin Dagbjörg í Reykjanesbæ býður fleiri velkomin til starfa með þeim í húsnæði björgunarsveitarinnar Suðurnes. Konurnar í slysavarnadeildinni á öllum aldri og karlmenn eru einnig velkomnir en Dagbjörg starfa sem bakkjarl björgunarsveitarinnar. Kristbjörg Gunnbjörnsdóttir núverandi formaður Dagbjörgar. Slysavarnadeildin Dagbjörg að leita að nýjum konum. Já, okkur vantar fleiri hendur. Við erum með svo óbúslega hugmyndaríkar og langar að vinna svo mörg störf og okkur vantar alltaf hendur til þess að aðstoða okkur við þau verkefni sem við erum að vinna. Út á hvað gengur starfið ykkar, Kristbjörg? Starfið gengur út á slysavarnir. Við vinnum af ýmsum verkefnum á vegna slysavarna og eins tökum við kannanir, til dæmis eins og öryggi barn í bílum og öryggi þess að notkun hjólreiðahjálma. Við höfum verið að taka upp myndbönd til þessum hvernig á að vera reglur með vespur og akstur á vespum og þetta mjög fjölbreytt starf sem við vinnum. Við höfum heimsækjum eldri borgara, höfum verið að skoða slysahættur á þeirra heimilum og það bara, vinnum að slysavörnum, skoðum umhverfi okkur, nærumhverfi okkar, til dæmis þar sem að ferðamenn heimsækja. Við höfum verið að skoða það í sumar og tókum út 3 staði sem okkur myndi vilja láta aðeins koma að og laga, bæta öryggisatriði. Já, þú talaðir ég var að hlusta á þig og þú talaðir Reykjanesið. Eitthvað slysahætta þar? Já, það eins og við vitum, þá ferðamenn aukist alveg gegnvanlega og til dæmis ef við tökum bara stærsta verkefni sem okkur finnst það sem Malahnjúkur, það eru litlar merkingar og litlar varnir og fólk fer þarna upp og þetta náttúrulega stórhættuleg svæði og það spurning hvað hægt að gera, hvort að við þurfum að merkja betur, setja grindverk eða bara leggja áherslu á aðra staði svo að draga frá þessi Valahnjúk. Svo til dæmis eins og með skessuhellir, það náttúrulega bæði rúmið frekar hátt fyrir börn og sem að reyna að klífa í þessu og eins líka aðgengið að skessuhellir. Það það sem þessi gangstétt að honum sem að okkur finnst svolítið varhugaverður. Já, þannig að hlutverk ykkar dálítið mikið að skoða slysavarnir í umhverfi okkar allra og þá túristana sem eru komnir til landsins. Hver kostar, hver borgar það sem að þið látið setja upp? Við höfum bara fjáraflað þau verkefni sem við erum að gera og við sem bara fjáraflum eins og við bökum og förum í alls konar verkefni sem fáum peninga fyrir og við vinna á ljósanótt og annað þvíumlíkt sem við fáum styrki til. Það eru margar ástæður fyrir því að fólk ákveður að starfa innan björgunarsveitar eða slysavarnadeildar. Ragnar, þú í slysavarnadeildinni Dagbjörgu en ég vissi að þú varst í skátunum líka. Ég hélt þú væri þar ennþá. Ertu líka í slysavarnadeildinni? Já, ég var í skátunum í mörg ár frá því ég var 9 ára gömul og alveg, það nú ekkert mörg ár sem ég hætti, kannski 10 ár. En ég búin að vera í slysavarnadeildinni Dagbjörgu frá stofnun frá 16. apríl 2004 og þetta virkilega skemmtilegt starf. Þetta svo gefandi starf. Hvað það sem að dregur konur í þennan félagsskap? Eins og þig, til dæmis. Það bara að vera með og taka þátt í öllu slysavarnaverkefnum og við gerum ótrúlega mikið. Við förum á landsþing, förum á slysavarnaþing og við erum í fjáröflunum og við erum bakhjarl björgunarsveitarinnar og vinnum og störfum mikið með björgunarsveitinni einnig, svo að það bara ótrúlega mikið. Guðbjörg, þú í björgunarsveitinni Suðurnes og hvað búin að vera lengi starfandi í björgunarsveit? Ég búin að vera tæp 45 ár. Hvað var til þess að þú fórst í björgunarsveit? Einhver saga á bak við það? Já, það má segja það. Náttúrulega fyrst og fremst uppælinn náttúrulega skátafólki og var skáti sjálf. Og þegar ég 10 ára að þá ferst bróðir minn ásamt vini sínum á Siglufirði. Og það náttúrulega mikið leit að þeim, það sjóskaði. Og það var náttúrulega mikil huggun að hafa björgunarsveitur út all land því að ekki voru við nánustu ættingjarnir á svæðinu til þess að leita. Og þetta vakti bara áhuga, bara að gera gott. Já, þannig að þú hefur ákveðið svona lítil stelpa, 10 ára gömul,
eða þetta hafði þau áhrif á því að þú hafðir áhuga á því að starfa við björgunarstörf. En svo ertu búin að vera einni í slysavarnadeildinni Dagbjörgu og hvað er það þar við það starf? Þar eru konurnar. Hvað gera þær sem að er svona spennandi og skemmtilegt? Þú ert náttúrulega líka í björgunarsveitinni en hver er munurinn á þessu? Þetta er bara tvennt ólíkt. Það er ofsalega hressar konur, ég kalli það náttúrulega alltaf, við erum alltaf stelpur, það er alveg saman hvað við erum gamlar. Og við gerum bara allt aðra hluti og mér fannst ég svona vera að fara inn að eldast, þannig að ég held nú kannski að ég kannski hætt í björgunarsveitinni en þannig að ég gekk bara til þess við þegar var stofnað slysavarnadeild þetta að þá gekk ég hana, stofnfélagi og búin að vera þar líka. Mjög gaman. Mjög skemmtilegt. Mælirðu með því að konur komi og gangi í félagið eða mæta á fundi? Já, bæði konur og karlmenn. Þetta er mjög skemmtilegt og gefandi starf, fjölbreytt. Við vinnum mikið af slysavörnum í okkar bæjarfélagi. Svo styðjum við björgunarsveitina líka og það eru haldin ýmis námskeið. Bæði við höfum verið með ræðumennsku, við höfum tekið skyndihjálparnámskeið, áfallahjálp og fjöldan allan að námskeið svona í gegnum árin og þetta er bara fræðandi og eins og segir skemmtilegu félagsskapur. Það er skemmtilegu félagsskapur sem er í slysavarnadeildinni Dagbjörgu. Hvað er það fleira? Er þið að gera eitthvað meira saman? Ég sá að var dálítið mikill vinkonu svona bragur yfir ykkur. Þið viljið fá fleiri vinkonur inn í hópinn. Hvað er það sem þið eru að gera svona saman? Farið í sumarbústaði eða er eitthvað annað? Já, við sem förum svolítið í ferðalög og hérna bæði eins og þing, bæði slysavarnaþing og landsþing, Slysavarnafélagsins Landsbjargar og svo erum við að fara í sumarbústaði og við erum bara að gera ýmislegt, förum í föndurkvöld og fáum fyrirlestra og bara gerum okkur svona til þess að styrkja okkur. Leggjum líka svolítið áherslu á námskeið þar sem að snýra að okkar störfum, eins og bara fara í skyndihjálp og sálræna hjálp og annað sem við getum nota hér í húsi eða við okkar starf. Þegar að björgunarsveitin fer í útkall, eru þið þá bakvarðarsveitin á bakvið björgunarsveitina? Já, við erum bakhjarla björgunarsveitarinn Suðurnes og við komum að ef á þarf að halda og svo sem komum þá niður í hús til þess að taka vel á móti þeim og taka vel á móti. Slysavarnadeildin stóð fyrir kynningarkvöldi á dögunum en þetta kvöld fékk deildin til sín Daniel Guðna Guðmundsson sem sagði þeim hvernig bæta mætti mannleg samskipti og vellíðan. Daniel er íþróttafræðingur og jafnframt íþróttasálfræðingur að mennt og rekur ráðgjafafyrirtækið Heilbrigt Hugafar. Heyrðu, ég var að hlusta á þig, Daniel, og þú ert að hjálpa fólki að þjálfa upp hugan, vera jákvæðara. Segðu mér, hvaða menntun hefurðu, Daniel? Ég lærði íþróttafræðingur og ég lærði íþróttasálfræði í Svíþjóð og undanfarin ár hef ég verið að vinna mestmegnis með íþróttafólki að kynna því fyrir heilbrigðu hugafæri og kenna markmiðssetningu og annað og á undanfarin árum hef ég verið að fara í fyrirtæki og aðra deildir til þess að fræða þau og halda góða fyrirlestra og fara í hópavinn og því líkt. Þannig að það hefur bara gengið vel og ég bara hef rosalega gaman að þessu. Þannig að þetta er eitthvað sem ég hlakka bara til að gera áfram. Sérðu, til dæmis nú ert þú sjálfur að þjálfa, er það ekki? Þú ert að þjálfa í Grindavík. Já. Notarðu þetta þegar þú ert að þjálfa liðin í körfuboltanum? Já, það er bara ekki spurning. Þetta er eitthvað sem er gríðarlega mikilvægt að hafa andlegu hliðina í lagi, jafn sem þessa líkamlegu og þetta nýtist mér rosalega mikið í minni þjálfun, bæði með yngri flokkana og meistaraflokkana, þannig að þetta er eitthvað sem verður aldrei gamalt eða þetta er alltaf eitthvað sem maður þarf að hafa huga að og ég geri það einmitt daglega. Þú ert að fara inn í félagasamtök, við vorum að hlusta á því í kvöld hjá Slysavarnadeildinni Dagbjörgu hér í Njarðvíkunum á Suðurnesjum. Þar ertu að hvetja konurna til þess að setja sér markmið og allt mögulegt. Hvað var það sem þú varst að hugsa þegar þú vissir að þú værir að fara að tala við þessar konur? Það er alltaf sérstakt að fara í einhverja deildir sem maður kannski kannast ekki mikið við en maður kynnir sér það bara og fræðist aðeins það áður maður kíkir á þær og
eins og í kvöld þá voru þær bara virkilega spenntar fyrir því sem ég hafði að segja og hvort sem það er að ræða við íþróttafólk eða aðra, það bara gildir einu því að í grunninn eru samskiptin okkar svo gríðarlega mikilvæg og hugafærið okkar eitthvað það sem að við þurfum að þjálfa oft og við þurfum líka að vera meðvituð það bara hvað við hugsum, hvernig nálgumst aðstæður á verkefni og hvort sem það hjá íþróttafélögum eða félagsamtökum þá gildir það einu því að þetta mikilvægt fyrir alla. Getum við þjálfað upp jákvæðar hugsanir, Daniel? Já, það getum við gert. Með því að vera meðvituð þau, til dæmis að skrá okkar hugsanir bara niður daglega á blað og fylgjast með hvað við erum raunverulega að hugsa og hvernig við bara nálgumst aðstæður og verkefni, hvernig sé þetta sem eitthvað mótlæti, sem eitthvað neikvætt eða jákvætt og hvernig get ég þjálfað upp jákvæðara hugafar gagnvart því.